Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú það Símey og þær eru komnar til mín Kristín Björk og Sif, velkomnar. Takk fyrir. Útskýrðu bara aðeins fyrir mér fyrir bara Símey. Já, Símey símenntunarmiðstöð, sí- og endurmenntunarmiðstöð. Já. Ég raunin með markum bara 18 ára og eldri. Já. Veist, fullorðnir einstaklingar og markhópurinn svona heilt yfir þeir sem hafa minnstu formlegu menntuna. Við kerum svona námsleiðirinn fyrir þann markhóp. En svo sinnum við líka bara sí- og endurmenntun bara fyrir alla, bara allt samfélagið. Það svolítið svona tvískipt. Já, já. Og kannski gaman að koma að því sem símenntunarmiðstöðvarnar eru allt í kringum landið og við erum að þjónusta Eyjafjarðarsvæðið. Já. Símey hérna Símey, Eyjafjörður. Já. Og þetta eins og kannski Mímir það í Reykjavík eða hvað? Já. Til dæmis, og svo þetta bara á 11 stöðum, sagðu þið það? Já, 11 stöðvar. Þannig að hvar sem á landinu ættur að geta komist í einhverja endurmenntun, símenntun. Og við vinnum mjög mikið saman, veist. Þannig að það líka styrkur í því, sko. Hittist þið, hafið þið svona símenntunar? Jú, það eru skemmtilegir hittingar. Það gefur þessu líka gildi, veist. Þannig að við vinnum bara mjög mikið saman. Og kannski sniðugt ef einhverju með geggjað námskeið á einum stað að geta þá boðið upp á það víðar. Þannig að þetta sé svona þannig flæði. Já, og við erum náttúrulega með staðlaðar námsleiðir á öllum þessum stöðum. Það eru eins, þessar námsleiðir eru eins. Og ef við förum aðeins yfir hvaða námsleiðir þetta eru, þetta svona... Sko, það er eiginlega, það er varla hægt að tellja upp að það eru svo margar og margskins, en það eru kannski svona skiptast annars verið í bóklegt og svo verklegt og starfstengt. Þannig að það geta verið námskrár bara ætlaðar fyrir starfsfólki heilbrigðisþjónustu eða bara eins og fjölvirkjanám, kannski hugsa fyrir fólk sem vinnur mikið í iðnaði og þá er það bara aðlar, að hverju starfsumhverfi fyrir sig. En svo eru svona bóklegir eins og núna erum við að fara að stað með eitthvað sem heitir nám og þjálfun og þá er það bara svona grunnáfangar, þú veist, segjum bara þið langar að vera bakræð, þú ert að taka svona grunnáfanga í íslensku og ensku starffræði. Sem þú hefði kannski annars lært í framhaldsskóla en þú fórst ekki í framhaldsskóla. Já, og vantar kannski bara þessa bóklega áfanga og síðan bara faggreinarnar í verkmenntaskólanum eða hvað. Þannig að nú erum við að fara að stað með það til dæmis. Og vita krakkar af þessu, kannski 18 ára og eldri við, kannski þessuna sem þið eru hér til að láta vita af þessu. Já, og við viljum þetta flestir viti á okkur. En farið þið og kynnið þetta fyrir þessum markhópi, eða hvar náið í hann? Ekki í skólanum, því hann er ekki í skólanum. Rosa fín spurning, nei, en það er ekki hópurinn sem við erum að sækja. Þau eru náttúrulega mjög mikið inn í fyrirtæki. Og erum að gera alls konar vinnu með fyrirtækjum og þarf að greina og svo bara einstaklingsviðtöl. En við erum mikið að sækja fólk. Já, og svo erum við auðvitað í miklu samstarfi eins og við stéttarfélögin og við ýmis önnur fyrirtæki sem eru í sí- og endurmenntun. Þannig að við erum svona með alla anga úti til að reyna að ná til fólks. En það er engin svona einn staður sem maður getur bara klárað að nálgast. Sett bara bekkingin minn hér og þá vita allir að mér. Nei, þetta er ekki þannig, þetta er svona stöðu vinna bara að hafa upp á fólkinu sem þarf á okkur að halda. Og svo er þið líka með námskeið fyrir bara Pétur og Pál sem ekkert endilega sækja sér menntun beint. Þetta er bara svona... Náttúrulega allt er menntun. Allt er menntun, já. Og það er kannski líka sem að segja því að menntun í dag er orðin svo ólík. Þú getur, í rauninni, menntað upp eða fengið aukna hæfni eða leikni eða hvað bara með að vera á YouTube. Eða hvað sem er. Þannig ég held, þú veist, öll námskeið eru... Þetta er náttúrulega menntun, já, þetta er ekki rétt orðað hjá mér. Já, þú veist, þannig að maður er alltaf að... Þú getur bara mætt á einhvern myndlistarnámskeið, þú veist. Já, gaman nú skuli nefna það, því að það er að byrja með teikninámskeið núna. Og það er að byrja í næstu viku og þar kemur einmitt fólk, þetta er alveg 80 klukkstundar nám. Kemur fólk sem að segja, kannski hugsa sér að fara síðan áfram bara listnámsbraut VFMA eða eitthvað, eða bara er heima að gera það fyrir sig, og svoleiðis. En auðvitað er það menntun. Já, sjálfsögðu. En kannski svona segja að því núna við erum bæði í samstarfi, eða svona við erum líka að tengja okkur, bara tengja okkur aðla sem að er að gera flotta hluti og núna til dæmis erum við í samstarfi við Manino sem að er fyrirtæki sem er sérhæft sig í lean management eða strömlínustjórnun og
veist, ég ætla bara að segja að þetta er svona nám sem breytir lífi manns. Af því ég satt svona námskeið og mér fannst svo margt breytast, það breytist bara hugsun, hvernig maður hugsa hluti. Þetta er í rauninni hugsa svona bæði breytingastjórnun eða við höldum töflufundi, við reynum að svona skýra hvernig við vinnum og núna ætla þeir sérst að fara að halda bæði námskeið fyrir stjórnendur og sérfræðinga í LÍN og við erum eitthvað sem heitir hamingja á vinnustað. Þetta er bara svona Tengist þetta eitthvað því sem ég var að lesa daginn og er alveg heilluð? Fiskur? Já, svo erum við með fiskinn. En fiskurinn er meira bara svona aðferðafræði í hvað segir maður, svona starfsmannahaldi, auka gleði, auka viðveru manns og leyfa sér að hafa gaman í vinnunni. Og líka þetta með að velja sér viðhorf. Ætla ég að fara fúll í gegnum þennan dag eða ætla ég bara ekki að gera það? Já, akkurat. Það er náttúrulega... Þetta dætti við áðan að þú talar að breyta lífi, að við erum náttúrulega með raunfærnimat líka, sem er eitthvað sem getur breytt alveg gríðarlega miklu. Raunfærnimati byggir á því að þú fái metið það sem þú hefur sjálfur aflaðir í gegnum lífið. Og þetta það er í boði fyrir þá sem eru 23 ára og eldri með 3 ára starfsreynslu. Hvar sem er? Hvaða starfi sem er? Já, það eru samt ákveðnir þættir sem eru teknir fyrir og við erum til dæmis núna með raunfærnimati í matartækni og fisktækni og leikskólalið og stuðningsfulltrúa og síðan erum við með inngreinarnar rúlandi. Og ef maður fer hérna raunfærnimat, þá fær maður einhverja niðurstöðu og hvað gerir maður svo við hana? Fer kannski inn í eitthvað? Það er í rauninni, þú fær metna ákveðna áfanga í námsleiðum og þá farið bara metna og svo er þið metin inn í framhaldsskóla líka. Þannig að þú farið í rauninni, þú þarft ekki að setjast á skólabekk og fara að læra það sem þú ert búin að gera í kannski 5 ár eða 10 ár. Heldur færðu bara metið það sem þú kannt og þá getur þú haldið áfram þaðan. Þetta er svolítið fyrir þá sem að eiga eftir að sækja sig kannski meiri menntun svo. Já, það sem ekki farið í formlega námið. Og þetta getur bara elt fólk svo mikið bæði á vinnumarkaði og eins í sínu persónulega lífi. Hafið þið einhverja hugmynd hversu margir leita til ykkar svona á ársbasis eða? Sko það er oft svona í kringum held ég 2000 nemendur og og við erum alltaf líka eins og bara með íslensku kennslu fyrir útlendinga og það verið svona rúmlega 200 nemendur. Við erum að fara að stað með mörg íslensku námskeið núna, bæði hérna á Akureyri og út með Firði og þau eru bæði fyrir byrjendur og lengra komna, það er nokkuð fjölbreytni í því. Og þarna er hópur sem að þið náið til með því að vera í samstarfi við hverja? Aftur bara mjög góð spurning. Hvernig veit maður að það er fluttur einhver útlendingur eitthvað sem þarf kannski, þetta er Þau eru spæjarar, eru þið spæjarar? Stundum erum við spæjarar og það er svolítið maður þekki mann og maður bara fyrir netto og reynum að hengja auglýsingar þar sem er líklegt að fólk sjá eða reynum að senda auglýsingar til fyrirtækja og eins og við reynum bara alla leiðir sem okkur detta í hug. Stéttarfélögin, veist. Já, og kannski að þú komst inn á það líka að það er mjög mikilvægt að fólk muni að flest þessara námskeiða öll jafnvel eru styrkt af stéttarfélögunum. Þannig að fólk getur annaðhvort farið inn á námskeið sem að stéttarfélögin greiða fyrirfram eða skráð sig á námskeið og sótt svo til stéttarfélagana. Þannig að það er ekki að setja fólk á hausinn? Nei, og við erum nú oft að hvetja fólk líka bara til að heyra í okkur. Það er alls konar leiðir, sko. Því maður veit að allt kostar þetta, en svo bara er hægt líka að finna leiðirnar. Og bara svo mikilvægt að fólk nýti sér þau réttindi sem það búið að vinna sér inn. Og bara svo fólk átti sig á því hvar þetta er. Þetta er svolítið falinn staður. Þetta er þarna niður á Eyri. Bak við Höldur, ekki satt? Jú. Bílasöluna Höldur? Jú. Norðan við Höldur. Norðan við Höldur og eitthvað bak við Samskip og maður er að útskýra fyrir fólki hvað þetta er. Ég átt leið þarna en oft byggt vitlaust og við erum smá stund að finna þetta. Þó ég hafa margsinnis komið þarna. En Þórsstígur, heitir það ekki? Þórsstígur. Einhvern tímann heyrði ég sko að við hefðum vilja vera einhvers þar sem við værum bara svona mitt í atvinnulífinu. Þú veist, ekki endilega, það hefði verið svona hugsun í upphafi. En við erum stundum sko eitthvað svona, hvað erum við að gera þetta? En eru þið búin að sprengja utan á ykkur húsnæði eða sleppur þetta allt til? Það sleppur til það ekki? Það sleppur til en það komur svona toppar. Þannig að stundum erum við alveg að leigja út í bæ en náttúrulega, ég held kannski stærstur hluti líka fræðslu sími fer ekki fram í sími. Það fer, ég held stærstur hlutin fer fram í fyrirtækjum sjálfum. Þú veist. Ég verð líka að fá að koma því að sko við erum með námsver á Dalvík og ég starfa þar, helminguna mínu starfi er þar
erum þar í frábæri sambúð við tónlistaskólan. Þannig að þar erum við líka með kennslustofur og tökum á móti fólki í ráðgjöf. Þið komið svolítið til fólksins, það þurfi ekki allir að koma hingað. Nei, ég held að það sé stærsti hlutin með þessa, þú veist, já. En nú tíminn að hlaupa frá okkur, er eitthvað svona lokum sem þið viljið nefna? Herri, ég verð að nefna að því að við erum líka í samstarfi Streituskólan og þau eru að vinna svo frábæra hluti sem er glænýr hérna á Akureyri. Sem er glænýr á Akureyri og það eru mjög spennandi námskeið á þeirra vegum sem held ég erindi til alla bara kulnun og þrautseigju og annað og svo verður svona sameiginlegt málþing í október sem hvet fólk til að kynna sér. Já, það er svona, já, allavega þau eru að gera bara svo frábæra hluti. Og komin í samstarf við ykkur. Já, og kannski alveg að lokum að það er svo mikið framboð, það er svo mikið að gerast. Hvetja fólk til að fara inn á simei.is til að kynna sér framboðið og skoða allt saman. Takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel í Símei. Já, takk fyrir að fá okkur. Takk.